Jæja, hvernig hagar margföldun sér í almennu brotinu? Við erum hérna í dæmi 14, 5 og 1/4 sinnum 2 og 2/7 sinnum 3 og 2/3. Hér er ég búinn að skrifa dæmið aftur, 5 og 1/4 sinnum 2 og 2/7 sinnum 3 og 2/3. Það fyrsta sem ég geri er að ég laga þetta útlit á almenna brotinu, þetta hér líka og þetta hér líka. Tölurnar hérna undir koma eins og venjulega, 4, 7 og 3. 5 sinnum 4 er 20 pluss 1, 21. Þá kemur þessu úttala hér. 2 sinnum 7 eru 14 pluss 2 eru 16. Þess vegna kemur 16 hér. 3 sinnum 3 eru 9 pluss 2 eru 11. Það er sömu tölurnar hérna og hér, bara aðeins annað útlit. Ok, nú hefum við tvær leiðir. Í margföldu er nefnilega mjög sniðugt á þessu svæði hér að reyna að stytta. Það er þessi neðri leið, en hér fyrir ofan þá ákvað ég að stytta ekki, þannig að þú hefur val, en þú lendir kannski í vandræðum hérna fyrir ofan að þú fær kannski dálítið stóra tölur. En gerum það. Í raun og veru er ég þá að margfalda tölurnar hérna uppi saman, fæ út svar, og tölurnar hérna fyrir neðan og fæ svar. Þannig að 21 sinnum 16 sinnum 11 er 3696. 4 sinnum 7 sinnum 3 er 84. Og þetta er eiginlega bara deiling. Og ef maður gengur upp þá fæ ég heila tölu hérna og svari er 44. Ef gengur ekki upp þá fæ ég dálítið stórt almennt brot hérna út á þessum stóru tölum. En við erum að reyna að kenna ykkur að stytta og það sem ég geri hérna, sjáum við strikinn eru mismunandi lögun og mismunandi lit. Þannig að 21 á móti 7, það er sama strikið hérna yfir. Þannig að ég er að deila hérna með hérna 7 og fæ út 3 fyrir ofan og 7 fyrir neðan. Ég get svo stytt þann þrist á móti þessum þristi. Ég get líka hort á þetta að 7 sinnum 3 eru 21, þá styttast þeir 21 á móti þessum 21. Þess vegna kemur út 1 hér, 1 þar sem 7 er og 1 þar sem þristurinn er. Nú, ég get stytt hérna 16 á móti 4. Þá deili ég með 4 því að 4 ganga upp í báðar tölurnar. Þá fæ ég 1 hérna fyrir neðan og 16 deilt með 4 með 4. Það sem stendur þá eftir af þessu almenna broti hérna, eða þessum brotum hérna, er bara beinagrindin sjálf. Það er að segja ég er búinn að stytta hérna 21 og 4, 7 og 3 og þá stendur eftir 1 fyrir neðanstrik. Uppi stendur 1 sinnum 4 sinnum 11 sem gerir 44. 1 sinnum 1 sinnum 1 er 1 og 44 deilt með 1 er 44. Þú hefur þess að val um að fara þessar tvær leiðir.